Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Nú hafa Húsvíkingar og nærsveitungar eignað sinn eigin bjór. Skál fyrir því. Þorsteinn Snævar Benediktsson, ungur bruggari á svæðinu, á heiðurinn af því framtaki og skáluðu því einnig fyrir honum og bruggsmiðjunni hans sem ber heitið Húsavík öl. Við byrjum á að spyrja hann út í ferðalagið að brugga sinn eigin bjór. Man náttúrulega byrja bara á því hvaða stíl ætla ég að brugga, hvernig svo stíl bruggaður, á ég kornið í það, humlana og síðan bara farið í að krota niður uppskrift og ég byrjaði að brugga hana bara í litlu græjunum mínum. Ég á svona 20 lítra græjur hérna sem ég svona þróa uppskriftirnar í og ef ég er sáttur með þetta, þá vippa ég því í 500 lítra græjuna. Ef ekki, þá ekki. Er þetta stór markaður? Er pláss fyrir nýja típa bjór? Já, fólk er alltaf meira og meira átt að sjá því að það vill góðan bjór og er byrjað að hugsa kannski gæði fram yfir magn. Og ég er allan ekki í erfiðleikum með að koma bjórnum hérna út einungis á Húsavík og eða hérna í Þingeyjarsýslanum. Þannig að það gengur bara vel og mér heyrist á flestum að þetta sé eitthvað sem er komið til þess að vera, fleiri en þessi 2 brugghús sem voru hérna. Það hlýtur að vera skemmtilegt líka fyrir svæðið að eiga sinn eigin bjór. Já, algjörlega og það er gaman fyrir veitingahúsin að geta verið með lokal bjór og við höfum verið að bjóða upp á það hér að þú getur keypt þinn miða sem restaurant eða á hótel og verið með þinn húsbjór sem er þá ekkert annar staðar. Það er náttúrulega gaman. Hvernig sér þú fyrir þér að þróast áfram í þessum business hér? Stækka við þig, fleiri bjórar, fleiri lítrar? Já, eins og staðan er núna, þá er ég bara rembast við að koma eiga einhvern lager til. Þannig að mér þykir líklegt að ég muni auka með kútum á næsta ári jafnvel. En ekkert einhver rosalega umsvif, bara hægt og rólega. Gera þetta bara vel og... Já, nákvæmlega. Og fara ekkert of geyst í það. Hvenær ákast þú að fara út í það að brugga bjór? Fær maður þessa hugmynd bara allt í einu? Já, ég held ég hafi fengið þessa hugmynd 4 ára í menntaskóla eða eitthvað svoleiðis og fer og ferðast og kynna mér bjórmenningu annars staðar og þá var það ákveðið Mér fannst vanta betri bjór á Íslandi á þeim tíma og þetta var eitthvað sem mig langaði að gera. Þannig eitt kannski að sitja mitt á 4 ára í menntaskóla og hugsa ég var til að gera minn eigin bjór og fara svo alla leið. Þetta er töluvert ferli. Já, og ég náttúrulega bara vann og safnaði upp fyrir mínu námi og kem svo heim, er heppinn að eiga góð að og við bara byrjuðum hérna. Hvernig er svo að vera með flöskubjór þegar þú ert einn? Þetta er dálítil vinna, ekki satt? Já, ég get aldrei flaskað 400 lítra í senn einn, Það er bara, ég gæti það ekkert. Einfaldlega, það færi bara allt út allt og væri vesen. Þannig að við erum yfirleitt 3 saman við það, Og þú ert þeir þá að setja í flöskurnar sjálfur? Það er ekkert færiband sem gerir það fyrir? Það er engin vél, nei. Það er bara handknúið. Og núna í sumarbjórinn ertu farin að hugsa næsta bjór? Já, næstu bjórar eru þarna í gerjun og ég er að fara að brugga núna eftir helgi. Það er aksjón. Hvaða bjór eru að fara að sjá næst hjá þér? Núna er ég hérna með, á Kolsvörutöngum er ég með belgískan vitt sem er hveitibjór, belgísku hveitibjór. Hann verður svona í gangi hjá mér í allt sumar, búinn að fá nokkuð góða rauntektir. Síðan er ég hérna með Session IPA sem við erum að smakka hér. Þarna er ég með American Pale Ale og þarna er ég að þurrhumla líka einmitt annan Session IPA. Þannig að þú svolítið mikið að vinna með IPA-bjóra og fólksbjóra? Já, ég er aðeins að vinna með það. Ég er með þannig West Coast Gear hérna á svæðinu sem ég flytt inn sem er rosalega hentugt í þá stíla og síðan er ég með belgískt Gear líka sem er að keyra belgíska blondin minn á og einnig vitt bjóri. Þannig að þú ert að fá hráefnið einhver hluta að utan en svo líka hérna á svæðinu, þú nota vatnið hérna? Já, náttúrulega vatnið augljóslega bara hér, góða kranavatnið en hérna ég flytt inn korn og humla og ger og síðan ætla ég að fara að vinna aðeins með hérna hráefni sem eru í kringum okkur líka.
Og eitthvað af hráefni sem getur nýtt hérna? Já, það helling hægt að gera. Það hægt að nota allt frá greni og niður í blábær. Það lítur að vera mjög gaman að vera að nota hráefnin á svæðinu til þess að búa til bjór fyrir svæðið. Nákvæmlega og það líka eitthvað sem útlendingurinn vill sjá, sem að kemur hingað vill fá eitthvað alíslenskt eða sem næst því, sko. Þetta hlýtur að vera bara þá þín vinna og þitt áhugamál á sama tíma sem hlýtur að vera... Já, þetta algjör draumur, sko. Að vera að vinna við þetta. Þetta er eitthvað sem ég hef mjög gaman að því að gera og það verður fínt að vera að skapa tekjur líka. Þú heldur ótrúður áfram? Já, það held ég. Glæsilegt. Skál fyrir því. Skál. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.